Þórbergur, Steinn afiðinn. Hann var mjög sérkennileg persóna. Ó nei, hann var ekkert sérkennilegur. Hann var svona nokkuð veginn eins og fólk var flest. Já, hann var stór, hefur sennilega verið uppfyllir 3 álnir á hæð og hafði bognað á honum tærnar og öðru fæti inn þegar hann var barn eða unglingur. Oddný heitinn sagði nú hann svo ókralega kríkavísinn hann Steinn. Hann var svona heldur mjóa kríka, en aftur sveran ból. Og var að því leyti svaraði sér ekki að því leyti eins vel á fæti eins og ella. Og svo gerði það þetta sem að Þórbergur var að segja áðan, að hann gekk á tánni, það líkti hann svo mikið í göngulagi. En hann var hárvexti, ákaflega forsjáttbóndi. Já, hann var formaður í mörg ár á skipi og staupaði sér stundum í róðurum úti. En Þórbergur, í bréf til Láru, þar samkvæmt textanum virðist Steinn afi hafa talsvert sérkennilegan framburð á máli. Hann tvítekur. Hann stamaði dálítið. Og sagði stundum stopp, þar. Hann stamaði dálítið. En, já, Þórbergur var að tala þarna að hann hefði verið formaður. Já, hann var góður formaður. Já, ekki kannski alveg óhræddur, en ákveðinn. Einu sinni hann ásamt fleiri með skip sitt í Bjarnarhólssandi. Þá var það einn formaðurinn eða einum formanninum eða hans skipi búið að slá upp 3 sinnum. Gat ekki komist á flot. Gat aldrei fengið það lag sem hann gat flotið út á. Nú gengur þetta til Steins og biður hann nú að taka lagið fyrir sig. Já, jú, Steinn gerir það og hann fer svo að aftur stafni skipsins og stendur þar og kallar lagið og út með ykkur nú andskotarnir ykkar, sagði Steinn. Þá gat lengur hásittarna við og sagði það væri ekkert lag. Éttu skít og haltu kjaft og passaðu á þína kallinn. Og barði borðstokkin. Já, barði bimbilsögg í borðstokkin.